Góðan dag. Í þessu erindi ætla ég að tala um 6 leiðir til að skapa fjölbreytta læsismenningu í skólanum. Í upphafi námskeiðs settuð þið inn spurningar í V-dálkinn í KFL-mynd fyrir námskeiðið það sem þið viljið læra betur. Þarna eru nokkrar athyglisverðar spurningar tengdar læsismenningu, hvernig við eflum áhugahvöt nemenda í tengslu við læsi, virkjum kennara í læsishugsun og fáum foreldra með okkur í lið. Áhugi nemenda á lestri skiptir öllu máli ef þau eiga að verða vel læs. Engin manneskja fjárfestir miklum tíma og hugarorku í athöfn sem vekur ekki áhuga, athöfn sem manneskja sér ekki tilgang með að ástunda. Í þessu samhengi skiptir fullorðna fólkið miklu máli hvaða læsisfyrirmyndir hafa börn í lífi sínu. Þessar spurningar ykkar eru því lykilspurningar fyrir alla kennara sem vilja verða góðir læsiskennarar og allir kennarar ættu að vilja vera í þeim hópi. Við höfum talað að læsi snýst málnotkun, hugsun og skilning. Það hvernig við notum tungumálið í skólanum skiptir því mjög miklu máli í samhengi við læsismenntun. Við þurfum að beina athyglinni að tungumálinu, við þurfum að leika okkur með það, rækta það á fjölbreyttan hátt, með lestri, samtölum og ritun og fjölbreyttri miðlun. Aðgengi barna að lesefni skiptir miklu máli. Ef við viljum að börn sökkvi sér í fjölbreytt lesefni þá verður það að vera til staðar og það blasa við áskoranir í þessum efnum hjá okkur á Íslandi þar sem skólabókasöfn hafa takmarkað fjármagn til bókakaupa og tiltölulega lítið kemur út af bókum fyrir börn og ungmenni, sérstaklega lítið til af fræðilegu efni fyrir ungt fólk á íslensku. En með smá hugmyndaauðgi getur kennari þó gert heilmikið og til viðbótar við bækur, blöð og tímarit sem eru til í skólanum hafsjór af lesefni á vefnum. Ég vil sérstaklega mæla með ritstýrðum fréttamiðlum á borð við RÚV eða Vísi. Þar má finna mikið úrval af bæði upplýsandi og samfærandi textum í fréttum og skoðanagreinum sem hafa þann kost að þetta tengist oft því sem efst á baugi í samfélaginu hverju sinni. Annar mjög góður vefur sem hægt að nýta sem lesefni í skólastarfi Vísindavefurinn. Þar ofboðslegt magn af fræðilegu efni og margt af því mjög vel læsilegt fyrir börn og unglinga. Þetta efni líka svo fjölbreytt að það líklegt að allir geti fundið sér eitthvað sem höfðar til þeirra áhugasviðs eða þeim finnst spennandi að lesa og þegar áhuginn til staðar þá líka auðveldara að lesa þótt að kannski erfiðleikastig textan sé aðeins yfir getunni hjá mér. En annar farvegur sem kennara geta nýtt síðan textar eftir nemendur sjálfa. Þegar nemandi hefur skrifað góða sögu þá má næstu því segja að sé sóun á tíma viðkomandi ef það bara kennarinn sem lesir þessa sögu. Það að nemendur birti ritverk sín hver fyrir öðrum gefur rituninni aukinn tilgang og vægi. Nemendur eru líklegir til að vilja lesa efni eftir skólafélaga og þegar þeir sjá hvað bekkjarfélagar þeirra geta gert þá getur það verið mjög hvetjandi fyrir fleiri að skrifa hugmyndir sínar og leyfa fleirum að lesa. En það að byggja upp svona nemendabókasafn eða nemendatextasafn vissulega krefst þess að það sé traust til staðar og að það sé unnið með það að textar nemenda fái góðar viðtökur. Til að skapa jákvæða læsismenningu skipta fyrirmyndir miklu máli og kennarinn þarf að draga vagninn. Í Garðaskóla, þar sem ég starfaði lengi, tóku kennarar einu sinni upp á því að hengja svona skilti, eins og þið sjáu hérna á glærunni, á ganga skólans við kennslustofurnar sínar. Á skilti skrifuðu þeir eða hengdu myndir af þeim bókum sem þeir voru að lesa hverju sinni. Þetta vakti athygli nemenda og umræður á göngunum. Skiltin á minni myndunum á þessari glæru notaði ég sjálf sem fyrirsagnir á svona eins og meðmælaveggi sem ég setti upp í kennslurýmum þar sem ég var að vinna í öðrum skóla og þar undir þeim skiltum gátu bæði starfsfólk og nemendur hengt upp myndir af bókum eða hlaðvörpum sem þau vildu mæla með fyrir aðra og svo að því þetta sýnilegt á veggnum þá stöldruðu við og stundum fór maður í spjall, ertu búin að lesa þetta, hefurðu einhvern tímann hlusta á þetta hlaðvarp og svo framvegis.
Nemendur eiga að heyra hvernig lestur hluti af lífi fullorðins fólks og annarra krakka. Við kennarar eigum að segja frá því sem við heyrum í fréttum eða lesum í bókum og virkja nemendur í samtöl efnið. Ég talaði meðmælaveggi sem eru liðir í því að gera lesturinn sýnilegan í námsumhverfi nemenda. Í skólastofum eiga að vera bækur sem nemendur geta skoðað og fengið lánaðar að mínu mati. Það getur lækkað þennan þröskuld sem það getur verið að fara á bókasafnið og velja eina af mjög mörgum bókum sem eru þar í hilluröðum. Bókasafnskennarar eru oft mjög mikil auðlind í tengslum við læsismenningu skólana. Þeir þekkja safnkost bókasafnsins mjög vel, þeir þekkja líka oft nemendur mjög vel og geta beint krökkum í rétta átt þegar þeir koma á safnið, af því að það er vissulega þörf á leiðsögn fyrir börn og unglinga þegar þeir koma inn á bókasafnið. Hvað er bók sem hentar mér og sem gæti höfða til míns áhuga? Við viljum hafa bækur sýnilegar á sem fjölbreyttastan hátt. Það er líka kostur ef skólinn býður upp á aðstöðu, húsgögn sem eru girnileg, þar sem er gott að setjast og leggjast með bók. Í mörgum skólum er síðan tekinn frá tími í yndislestur og slíkur tími getur verið vandmeðfarinn. Honum er ætlað að skapa þessa næðistund við lestur, en ef nemendur eru ekki hafðir með í ráðum, getur þessi tími farið í þras og leiðindi sem hafa ekkert með lestur að gera. Eitt af því sem þarf að hafa í huga þegar yndislestratími er festur í dagskrá skóla er að allir lesi. Allir, bæði nemendur og starfsmenn. Ekki bara nemendur. Það er ekkert hvetjandi fyrir nemendur ef þeir sjá kennarann nýta yndislestratímann til að fara yfir verkefni eða skrifa tölvupóst eða taka til á borðinu sínu. Eitthvað af öllum hinum óteljandi verkefni sem kennarar vissulega þurfa að vinna. En ef það er skýrt að allir leggja öll önnur verkefni til hliðar og taka 15 eða 20 mínútur í að lesa bók, eða blað, eða frétt, eða hvað annað sem fólk hefur mestan áhuga á að lesa þann daginn, þá getur yndislestur auðveldlega orðið uppáhald allra í skólanum. Á sumum heimilum er mjög mikið lesið en öðrum ekki og við sem fagfólkið í skólunum höfum það hlutverk að reyna að jafna aðstöðu allra barna og aðgengi þeirra að læsismenningunni. Þetta getum við gert til dæmis með því að tala til foreldrana í beinum samtölum, með smáskilaboðum í tölvupóstum eða á spjallrásum og með því að hengja upp skilaboð á sýnilegan hátt á þeim svæðum þar sem nemendur og foreldrar koma inn í skólan. Samtal læsi og svona sýnileg skilaboð eru langtímaverkefni. Þú finnur ekki beint árangurinn af þeim en þau skipta samt máli. Við verðum að hugsa hvernig dropinn holar steininn þegar við vinnum að því að skapa öfluga læsismenningu í samfélagi sem virðist oft hvorki hafa tíma né áhuga á lestri. Í læsiskennslunni sjálfri skiptir síðan fjölbreytnin miklu máli. Við þurfum að bjóða nemendum að lesa og skrifa fjölbreytta texta, nýta fjölbreytta miðla og flétta saman lestri, samræðu, tíma til að hugsa og tíma til að skrifa og miðla. Síðast en ekki síst er ástæða til að nefna gildi valsins í tengslum við læsi. Val er mikilvægt fyrir nemendur af því að það eykur líkurnar á að allir finni eitthvað við sitt hæfi og gangi áhugasamir inn í lesturinn og verkefnavinnuna. Val fyrir alla nemendur getur líka auðvelda kennurum að einstaklingsmiða þar sem þörf er á því. Það þarf að byggja valin í skipulega kennslu á öllum stigum. Nemendur þurfa að geta valið hvernig þeir afla upplýsinga og vinna sig af staðinn í ný viðfangsefni. Þeir þurfa að hafa val hvernig þeir skila innan þess ramma sem námsmarkmið leyfa hverju sinni. Áhugasviðsverkefni geta gefið nemendum tækifæri til að ákveða sjálfir hvað þeir vilja læra, en það er mikilvægt að kenna nemendum ákveðin vinnubrögð og setja þeim ramma svo að tíminn í áhugasviðsvinnunni fari ekki allur í að hugsa bara hvar þau ætla að stíga niður fæti. Skapandi skil og bókaklúbbar
eru líka dæmi skipulag þar sem nemendur hafa val lestrarefni og leiðir í miðlun. Því betri sem nemendur verði í að velja fljótt og vel þegar það í boði, því auðveldara getur verið að efla lýðræðismenninguna í skólanum og læsið og lýðræðið þetta eru systur sem haldast stöðugt í hendur. Við viljum skapa menningu þar sem nemendur fá tækifæri til að setja sér eigin markmið, stinga upp á málefnum til að læra og setja viðmið árangur. Hér í lokin eru svo hlekkir á fjölbreyttar ritunarkveikjur sem eru lagðar upp þannig að nemendur geti valið hvar þeir stíga niður fæti í ritunaræfingunum sínum. Ég hvet ykkur til að skoða þessar kveikjur. Þær eru margar settar fram fyrir unglingastig en þarna líka hellingur á efni sem hentar mun yngri nemendum. Að lokum bið ég ykkur að hugsa það í samhengi við alla kennslu sem þið skipuleggið, hvað þið getið gert á hverjum degi til að efla læsismenninguna í skólanum ykkar. Gangi ykkur vel.